Hvað svona framundan á næstunni hjá þér? Það eru bara alls konar tónleikar. Já, þú veist, og núna bara í þessari viku jarðafarir og svo er Þorrablót, Led Zeppelin tónleikar, ABBA tónleikar. Jarðafarir, ég stoppaði þar. Já. Hvernig er það? Að syngja jarðaför? Það er ofboðslega gefandi. Já. Ég mani mitt sko, fyrst sinn fannst mér það alveg erfitt og ég var eitthvað tímann, það var bara eina fyrstu jarðaförinu sem ég söngi, þá var það var maður sem var bráðkvættur, bara 50 eða eitthvað og við erum að þú veist, stilla upp og ég var þá að spila með Magga Kjartans og fleirum og svo þú veist, einmitt lappar ekkjan inn og börnin að kistunni og eru grátandi við kistuna og ég hugsa bara með mig, ég get þetta ekki, ég get þetta ekki og einmitt sný mér að Magga sem er einn dásanlegasta manneskja sem ég þekki. Já. Og hann einmitt lét mig hugsa þetta bara á svolítið annan hátt, sko, þú veist, og einmitt bara hvað músík er heilandi í þessum aðstæðum, skilurðu, og hvað það er líka bara dýrmætt að geta gefið af sér í þessum aðstæðum, þú veist, fyrir þá sem eru, þú veist, að syrgja. Já. Og já, þá svona svolítið hugsaði ég þetta svolítið öðruvísi og svo þurfti líka svo bara að temja mér, skilurðu, að þú veist, bara ekki hugsa fjölskyldunum mína, þú veist, ekki hugsa dauðan, skilurðu, reyna bara að hugsa eitthvað annað, til þess að komast í gegnum flutningin, skilurðu. Því að, sko, ég veit ekki hvort það sé meðvirkni eða hvað, en ég á rosalega erfitt með að sko, ég hef farið í jarðafari bara til að sýna, sko, aðstandendum að ég fattar þau. Stuðning, já. Þú veist, vinkona mín misti systur sína, ég þekkti hann ekkert rosalega mikið en ég fór í jarðaförin. Og svo bara þegar ég sé vinkonu mína, systurinnar, þá fór ég að gráta. Þú veist, það er rosalega, ég upplifa alltaf bara svona, ég veit ekki akkur ég að gráta. Nei, já. Ég á að vera sterk. Já. Þú veist, ég þekkti hann ekki mikið, en mér veist, brauti mig hjarta að sjá. Það er erfitt, já. Og foreldrana. Já. Þá var ég bara eitthvað, þá bara fer ég að gráta. Já, og það er erfitt að sjá fólk sem mann þykir vænt í sárum, þú veist, og vita að það er ekkert sem maður getur gert til þess að taka hennar sársöku burtu. Sko. Það er einmitt, þú veist, ég hef oft hugsað, sko, þú veist, og ég hugsaði það einmitt í einni jarðaför sem ég var daginn, þá var ég að horfa á söngvarna og ég var alveg bara svona, þau ná einhvern veginn að vera með svip sem er alls ekki óviðandi. Þau eru ekki að brosa, en þau eru ekki heldur í einhverju svona feik sorg, þau þekkja manneskjuna kannski ekki neitt. Þetta er einhvern veginn bara svona að halda þessari stóísku ró og virðingu, einhvern veginn, sem að verður að vera. Ég fór eitthvað að pæla í þessu, ég var alveg, þú veist, að því ég hef einu sinni sungið í jarðaför með kórnum mínum og það var eftir sjálfsvíg og og það var, ég átti mjög erfitt, sko. Ég þekkti mannin ekki neitt. Já, svo eru jarðafarir erfiðar, sko. Já. Þú veist, ef þetta er, þú veist, gamall einstaklingur sem bara fór á sín tíma, þú veist, þá er þetta meira einmitt bara þakklæti og þú veist, og já, en einmitt, ef það er sjálfsvíg eða börn eða fólk sem að fer allt og snemma, þú veist, það, já, og kollektífa orkan sem myndast, þú veist, inn í kirkjunni verður svo ofboðslega þung. Já, einmitt. Af því þetta var sko bara ungu maður og og átti börn og þau voru búin að teikna á kistuna og þú veist, þetta var bara, þú veist, ég hélt mér með við sungum lagið en svo bara fór ég að hágráta á bakvið og ég var bara eitthvað, hvað er að mér? En það er ekkert að þér, af því þú veist, þú ert bara manneskja, þú veist, og það er svo sterkt að geta sínt tilfinningar, skilur, og geta grátið, af því það sýnir, þú veist, að bara einmitt, þú ert manneskja með tilfinningar og þú veist, og ert ekki að tróða þeim einhvern veginn niður, skilur, og passa að enginn sjái. Já.